Ólafur ætlum að skipta þessum fyrirlestri á milli okkar og ég ætla svona að byrja aðeins að segja frá hvernig við erum búin að vera að standa að því að læra hérna fram að þessum tíma. Og þannig staðan að flesta því sem ég segi í þessu fyrirlestri stolið og það nú þannig að það einn prófessor hjá okkur hjá Landbúnaðarháskólanum sem búin að setja þetta inn á heimasíðu Skógfræðingafélagsins, samantekt á því hverjir hafa menntað sig hvar í gegnum tíðina. Þannig að ef það einhverja villur og einhverja athugasemdir og þetta sem ég kem til með að segja þetta í dag, þá sendið þið athugasemdir á netfangið bjarni@lbi.is. Hann tekur á sig gusurnar. Nú á listanum hjá okkur þá kemur fram að fyrstur mennta sig Agnar Kúfa Hansen 1893, sem náttúrulega svolítið langt síðan. 100 árum seinna klárar 31. skógfræðingurinn skógfræðinám frá Finnlandi sem var Björn Jónsson. Þannig að á þessum 100 árum gengur þetta nú frekar hægt. Fyrsti Íslendingurinn til þess að sækja sér þekkingu erlendis Sigurður Sigurðarson sem að fer til Noregs. Noregur var mjög svona land sem að flestir fóru til, allir svo til Noregs. 100 árum seinna þá klárar ungur maður í Ekenes, handboltamaður mikill, Finnlandsmeistari í handbolta, Lárus Heiðarsson. Og þá 41. skógfræðingurinn. Þannig að þetta fer nú hægt á stað hjá okkur, en menn hafa verið að sækja sér fræðslu í gegnum árin. Það var þetta svona starfsmenntanám, framhaldsskólanám sem menn sóttu mikið og í styttranáminu fóru margir til Noregs og Danmerkur, voru að taka svona hálfsárskúrsa, einsás, 1,5 ár, Sönsturuð og fleiri skólar og í gegnum tíðina er þetta 17 manns. Og þessi listi sem Bjarni hefur gert svolítið skemmtilegur. Það sjáum við ártöl, hver gerði hvað og samkvæmt honum er þetta 17 mann sem fóru. En Skógrækt ríkisins hafði á sínu tíma skóla á 10-11 ára tímabili þar sem að skógaverðirnir margir hverju fengu svona skólun og lærðu hjá Hákoni hvernig ætti nú að standa að þessu og margir af þeim fóru svo erlendis og sóttu sér meiri þekkingu þar, fóru svona í hálfgerða verknámsþjálfun erlendis sem skiptir gríðarlega miklu út af því að landið var náttúrulega, þekkingin og reynsla fyrir var lítil. Noregur verður gríðarlega vinsæl meðal íslenskra áhugamanna að læra skógrækt og það eru yfir 30 mann sem hafa lokið BS-námi eða skógtækni námi, 3 ára námi eða meira. Margir fara til Danmerkur, Finnlands og Svíþjóðar og hér ég bara að tala um þá sem að fara í skógfræði eða skógtækni frá grunni. Á Reykjum byrjum við að útskrifa fyrsta hóp svo kallara skógtækna 2004 og í dag eru búin að útskrifa 11 manns sem er allt of fátt að mér finnst, en svo eru margir sem hafa farið aðra leiðir, sótt sér nám eins og í Háskóla Íslands. Það eru hérna á þessu listi 12 mann sem hafa farið í gegnum háskólan, sótt sér þá uppistanir líffræðingar og hafa svo bætt við sig einhverju seinna. En Landbúnaðarháskólinn útskrifar í fyrsta skipti 2007 nemendur, 3 nemendur sem kláruðu þá minni mig og frá því að svo útskrift fór fram hafa 23 einstaklingar klárað. Þannig að þetta tölur aukning sem á sér stað þarna og 3 af þessum krökkum minni mig hafa fóru svo erlendis til Svíþjóðar og Noregs bættu við sig þar til að fá bara meiri víðsýni því að stundum var nú sagt að það þyrfti meiri víðsýni heldur en bara að læra þetta við Landbúnaðarháskólann. Og auðvitað gerist margt erlendis og ég sjálfur lærður í Finnlandi og vil nú meina að þar hafi ég nú lært marga góða ósiði sem ég kom með heim sem getur verið kostur. Og þeir sem tóku BS eða BA gráðu við einhverja aðra skóla, ekki í skógrækt, fóru þá oft í rannsóknartengt framhaldsnám
annarkvort í skógfræðideildum eða eitthvert nám tengt skógfræði annar staðar. Og ég dreg þetta svona snöggt saman hvað menn eru búin að vera að gera frá árinu 1893. Þá eru búin að útskrifa 80 skógfræðinga. En við tökum þá sem eru bara með ígildi BS, en þeir sem hafa tekið þessa rannsóknartengdu vinnslu eru svona 13 einstaklingar. Við vorum með diplómanám á Reykjum fyrir nokkuð mörgum árum. Þar kláruðu við 5 nemendur, þetta var ársnám, og 3 af þeim héldu áfram svo inn í skógræktarnám seinna meir. Skógræktarskóli Skógræktar ríkisins voru 6 einstaklingar sem kláruðu, og svo í þessu framhaldsnámi, rannsóknarnáminu, voru 17 sem hafa tengst þar inn, og þar hafa 3 farið áfram. Skógtæknin á Reykjum, 11 manns, og svo annan nám, óskilgreint erlendis, voru 5. Þannig að hópurinn er orðinn tæplega 130 manns sem hefur farið í gegnum þetta, og í 10 löndum. Ég man að kennari minn í Finnlandi sagði einhvern tímann í tíma, já, þið Íslendingar, þið eru nú sennilega með svona flottustu menntunina af þeim löndum sem eru að stunda skógrækt. Þetta þótti samnemendum mínum mjög skrítið fullyrðing, og hann sagði, sjáuð okkur, við lærum öll bara í okkar landi. Þau sækja þekkingu út allt, koma hennar heim, og svo er þetta bara eins og kettir í bara kolvitlaust lið, því að þau geta aldrei verið sammála, þetta er svo margar stefnur. Og þetta er alveg rétt, við erum svolítið ólík, og ég held að þetta sé gríðarlega mikill styrkur að við skulum sækja okkur þekkingu til svona margra landa þegar upp er staðið. Því að Svíar læra yfirleitt bara skógrækt í Svíþjóð, Finnarnir eru bara í Finnlandi. En það eru fleiri svona nálganir sem hafa verið til þess að miðla þekkingu, og eins og í kennaranáminu í Háskóla Íslands hefur Óli Odds verið með svona námskeið eða áfangatengda, svona skógartengd útinámu til þess, og eins og Svíinn kom hérna inn á í gær og fleiri ára minnast á, að við erum að reyna að virkja stærri hópa, fá fleiri með okkur í liði, því að það er ekki bara þessi skógræktar geiri sem getur verið að fræða allan hóp, við þurfum að virkja fleiri með okkur. Þetta er bæði verið á BS-stiginu og svo meistarastiginu. Listaháskólinn hefur verið að koma hann inn, vöruþróun í samvinnu við skógarbændur og skógareigendur, og svo var kenndur hann 5 eininga áfangi lesið í skóginn fyrir þau. Á Hvanneyri hefur verið svona í gegnum tíðina kenndur áfangi við búfræðibrautina þar, það eru krakkarnir á seinna árinu. Þau völdu ekki eins og að koma, þau voru neydd til að mæta í tíma. Og þetta er svona sennilega með skemmtilegri mannraunum sem maður hefur lent í, það er að kenna þessum krökkum. Það eru 3 sem hafa áhuga í hópnum, og þeir fara með eins og mannsmorð. Þegar maður horfir yfir hópinn, það þykist enginn hafa gaman að þessu. Svo líður veturinn og þú heldur áfram, þú ert að reyna svona að kveikja, fá þau til þess að hugsa og svona sjá ljósið í myrkrinu. Og svo í lokin, þegar maður er búin að vera að berjast við þarna heilan vetur, fer með þau upp í Skorradal, sýnir eitthvað hjá Valda, svona afurðir, möguleikar, að þá segja þau svona eftir að já, ég hef nú bara aldrei gert mér almennilega grein fyrir þessu, ég hafði ekki farið að skoða þetta, ég held þetta væri ekki til og þetta væri ekki stór atvinnugrein. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægur hópur sem skiptir miklu máli, en áramótin var þessu breytt yfir í það að þetta er orðið valáfangi, og þá náttúrulega velja kannski 3-4 úr 30 manna hóp. Og þessi 3-4 einstaklingar sem velja þetta, ég hef engan áhuga á þeim. Það er hinir sem ég vil ná, þeir sem hafa ekki áhugan. Því við þurfum að kveiki þeim til að láta þau fá áhuga á skógrækt og sjá hana sem tækifæri. Og þetta skipta þessi 3 máli, en hinir eru miklu meira spennandi viðfangsefni sem við myndum vilja ná í. Þannig að því miður er bara búið að þrengja námskrána hjá okkur, þannig að það er búið að gera þetta valáfanga eins og margt annað. Til dæmis er endurræktun nýra túna líka orðin valáfangi, þannig að þá spyr maður ekki skógræktin eins að vera valáfangi eins og það er. Og við höfum rúllað í gegn með grænni skóga í gegnum tíðina, byrjuðum þar 2001 og það hefur gengið ágætlega, þessi 16 námskeið sem fóru í gegn á 2 árum. Og
Þetta var nú kannski svona margt gott sem kom út úr þessu verkefni. Við fengum fína bók sem að nýtist okkur við kennslu og hún er kennd á öllum skólastigum Landbúnaðarháskólans og inn í námskeið og hvað sem er. Og þegar við lítum yfir farvega í dag þá erum við búin að keyra í gegn 13 námskeiðaraðir land allt, 10 í Grænningsskógum 1 og svo aftur 3 í Grænningsskógum 2. Við erum að halda 200 námskeið með skógareigendum víða land og þarna hafa reynda að blandast inn bæði skógareigendur og svo aftur hafa verið að koma fólk, kennarar og fleiri skógræktarfélagsfólk með okkur og ég sé við mætt þarna, við fengið 3800 mætingar og þetta er tæplega 350 mann sem hafa verið. Svona tengt endurmenntuninni þá hafa þessi 2 kallar nú verið að tálka síðan einhvern tíma sent á síðustu öld og ennþá að og þeir eru búin að halda námskeið tengt Landbúnaðarháskólanum, 35 námskeið og kenna 420 manns í gegnum það og til þess aðeins að átta sig á því hvað átt að tálka þá skrifaði Óli þessa bók sem er alveg frábær kennslubók fyrir þessi umhirðu eða hvernig við tálkum og svona vinnum viðinn. Og hér er þetta mikilvæga starf að kenna börnum strax í æsku að vinna viðinn og gera skóginn og skógarkennsluna strax mikilvæga. Við höfum verið með húsgagnagerð fyrir almenning, opið námskeið. Við erum að reyna að opna augu fólks að það er margt smíðaefni, ekki bara rosalega sveraspýtur, heldur líka grantefni og Óli Sæm hefur verið með okkur Óla að kenna á þessum 2 daga námskeiðum sem við höfum haldið og þarna höfum við verið að ná til fólks sem að bæði sem eiga kannski sumarhúsalönd hér og þar. Við höfum verið að fá iðnaðarmenn og kveikja í þeim að fá áhugann að nota eitt og annað. Aðeins hérna með trjáfellingarnar af því að það eru mér svona svolítið nátengdar. Ég hef verið að kenna þessi námskeið núna frá því ég byrjaði hjá Landbúnaðarháskólanum 2007. Og í gegnum Grænningsskóga hafa 90 nemendur komið á námskeið hjá mér í hvernig átt að fella tré og hirða keðjusögina. Við kennum svipað 3 daga námskeið á háskólabrautunum hjá Bjarna. Starfsmenntabrautirnar á Reykjum eru með þetta á Skrúðgarðyrkjubrautinni og Garðplöntubrautunum og hefur orðið gríðarleg breyting frá því að við tókum þetta upp í 3 daga námskeið. Hafði verið dagskúrs út að rölta með einum skrúðgarðyrkjukennara áður og lítið nota varnarfatna og öðru og svo í gegnum endurmenntuna höfum við verið að taka 170 manns. Þannig að við erum búin að fara með allavega vel yfir 300 manns og svo áður fyrir voru Skúli og Böddi að kenna þetta þannig að við getum alveg búist við að þessi tala sé svolítið og lág. Og kannski gott að benda þarna á neðsta staðinn Þingeyri. Við höfum haldið, fyrsta námskeið var haldið á Þingeyri, Sæmundur, hvenær var það? 2014 og þá lauk ekki námskeiðinu fyrir við vorum búin að saga niður hálfan skrúð held ég. Það var allt brjálað eins og þar sem að keðjusæði fer í gang. Við vorum með kraftmiklu skógaverkefni, velheppnað verkefni þar sem að við vorum að reyna að auka fræðslu, ná annarri nálgun inn í skógræktarhópinn, breyta þessum takt, ekki það að við varum að mata nemendurnar okkar eins og voru búin að gera svolítið mikið grænt í skógum, heldur þarna var þetta meiri jafningjafræðsla og þarna voru að fá eða skógabænduna til að tala saman á svona jafningjagrundvelli og þeir var að miðla sín á milli. Við gáum út bók þarna líka sem var mjög mikilvæg og fengum hérna skógarbónda og dýralæknir úr Hrunamannahreppi til þess að afhenda fyrstu bókina. Og svo í þessu stóra verkefni þá fórum við og heimsóttum, eða skógræktarverkefnin all land fóru og heimsóttu bændur sem voru valdir út, bara random, farið heimsókn á 158 jarðir. Þeir aðeins spurðir út úr hvaða þekkingastig er á þessari jörð og út úr því kom svona, ef maður slærði vel saman að svona helmingurinn af öllum þeim sem að voru spurðir höfðu farið á grunnnámskeið. Tæplega 40% hafðu farið á Grænningsskóga námskeiðin, 11% á Grænningsskóga 2 og einhver hafðu sótt sér skógræktarnám.
Við komum aðeins inn á áðan, við höfum verið í samstarfi við Iðuna sem fræðslusetur fyrir iðnaðarmenn og þar höfum við séð mikil tækifæri að fá iðnaðarfólkið, smiði, rafvirkja og bara hverja sem koma og láta þá prófa að smíða með okkur á þessu námskeiðum því þeir hafa aldrei tekið á þessu efni áður. Þetta eru þeir sem að laga og bæta og breyta við sumarbústaðana og ef við getum náð þeim á stað með okkur að nýta íslenska efni, hvort sem það svert eða granta, þá erum við búin að ná heilmiklum árangri. Við höfum verið í samstarfsverkefni eins og Teach Me Wood með öðrum löndum og reynt svona opna augu okkar og eins þeirra. Nýjasta verkefni á okkur að reyna að tryggja öryggi í skógarhöggi þegar þarf að fara upp í einhverja hæð og erum þar samstarfsaðili með 4 öðrum löndum, Íslendingar og leiðum verkefnið og ástæðan fyrir þetta fyrir gang svo að menn að þurfa að fella tré við erfiðari aðstæður og slysatíðni hefur aukist og við erum bara svo fá í þessu þannig að hver maður mjög dýrmætur. Og allra nýjasta hjá okkur raunfærnimat í skógrækt, kannski ekkert margir heyrt hvað það en þá það þannig að þú þarft að vera allavega 23 ára og búin að vinna í starfsgreininni skógrækt í allavega 3 ár. Þá getur þú fengið metið eða þú getur mætt í svona viðtal í raunfærnimati hver þekkingin innan sviðsins og þá kemur svona ljós í þessu viðtali. Þetta eru notaði svona skimunarlistar og við erum að vinna þetta Landbúnaðarháskólann í samvinnu við Austurbrú að sjá hvort það mikið af starfsfólki innan skógræktar og skógræktarfélagana sem hefur mikla þekkingu og getur þá flýtt fyrir sér í gegnum, til dæmis að það vil fara í nám á Reykjum. Og núna í dag held ég 6 eða 8 manna hópur sem að fara í skimun núna fyrir 1. júní skilst mér á Elsi. Og það eru 3 austan, 3 norðan og 2 sunnlendingar. Og þetta nú kannski svona nýjasta leiðin til þess að auka þekkinguna. Og árið hleypi Óla þá bara rétt að segja hvað við erum að gera hjá Landbúnaðarháskólanum. Við erum með 4 nemendur á Reykjum í skógfræðinni eða skógtækninni, 15 manns í BS-náminu hjá Bjarna, 9 MS nemendur, 2 í doktorsnámi og þannig við erum með samtals 30 manna hóp. Meiningin að fara af stað með grænni skóga núna í haust á Suður- og Vesturlandi að við náum í góðan hóp og hann gæti farið sennilega á stað bara í lok september. Óli minn, ert þú ekki til að... Það 2 mínútur í það. 2 plús. Já. Það bara takk fyrir þessa góður ástefnu og allir þessa fínu fyrirlestra sem lítur að vera að teljast alltaf góðu grunnu fyrir allt starf, hvað sem er fræðsla eða hvað annað. Og ég sett að stað starfshóp í fræðslumálum í haust og hann átti að vera búinn að skila niðurstöðu núna. Þannig að í ýmsum orsökum þá verður það ekki tekist en það mun örugglega vera til fyrir starfsmannafundinn í lok apríl. Og það bara svona til þess að móta fyrstu hugmyndir áherslur í fræðslumálum og við viljum auka gæði á öllum sviðum og ná til sem flestra, það bara í stefnumörkun skógræktarinnar og það þarf að ná til ræktunar, skógarhirðunar og nytjana og að koma til fólks upplýsingum um skóginn og nýtingu hans í nærumhverfi og tengja þau upplifun og sköpun. Þetta svona grunnþátturinn í þessu og við viljum ná til ólíkra hópa, til allra þessa hópa og við erum búin að skilgreina þá og munum skila tillögum það hverjar áherslurnar eigi að vera fyrir hvern hóp og við viljum að sem flestir skilji mikilvægi skógarins fyrir mannlíf, náttúru, menningu og efnahag og þetta eiginlega grunnurinn að allri svona almennri skógafræðslu þannig að fólk skilji að það sem við erum að gera það skiptir máli og hvernig það skiptir máli og allar þessar fagupplýsingar sem liggja í þessum stóra banka hjá þessu fína fagfólki sem að vinna á skógrækt býr til forsenda þess að fræða fólk og
þetta svona þessi uppeldislega sýn og við notum skógar uppeldislega nálgun. Við erum ekki að tala fæið sem slíkt heldur leiðina til þess að fræða fólk. Og það uppeldislegst og það kennslufræðilegt. Kennslufræðilegar aðferðir sem við notum og ein af niðurstöðum starfshópsins að það verði búið til 37 eininga nám, diplómanám í skógar leiðsögn eða leiðbeiningum þannig að við reynum að fjölga fólki sem getur leiðbeint á öðrum. Og við finnum fyrir þessari þörf hjá mörgum sem vinna inn í þessum geira, inn í skólakerfinu, inn í heilbrigðisgeiranu, í tómstundum, út allt. Og við þurfum að geta boðið upp á góða menntun í þessu hlutverki leiðbeina öðrum að leiða og fólk geti búið til dagskrá fyrir fólk og þetta verði svona grænt alternatív fyrir ferðaþjónustu. Ekki svona stór iðju biðraða túrismi heldur fyrir minni hópa hágæða þjónusta. Og við notum skóginn sem umhverfi og þetta verði svona tengt nær umhverfinu og lífnaðarháttum og menningu. Og við ætlum að reyna að taka þetta inn í þetta leiðbeinendanám sem geti líka nýst í leiðsögn fyrir þá sem að vilja miðla skógræktinni sem viðfangsefni í leiðsögn fyrir túrista. Og auðvitað viljum við að skólar og öll skólabörn að þau fá að kynnast íslenska viðnum, íslenska skóginum og grendarskógar, hugmyndafræðin og reynslan af rekstri grendarskóga í skólastarfi þarf svona nýja innspýtingu. Við þurfum að komast lengra. Við þurfum að fá þetta fólk sem þessa leiðbeinendur til þess að styðja við starfið og við viljum helst að krakkar nýti eða skólandi nýti efni úr skóginum til þess að láta krakkana vinna með. Þannig að það sé ekki verið að kaupa ykkur MPF-plötur í Bíkó. Heldur þau kynnist því að skógurinn sé þessi efnisauðlind fyrir utan að styðja við upplifun og sköpun í skógastarfi. Og það svo mikið í þessu sem hefur áhrif á lífsgæði og það að koma skóginum inn til kynslóðanna. Við verðum einhvern veginn að gera það þannig að þetta berist áfram. Og við álítum að þetta skiptir mjög miklu máli og við vonumst til þess að finna leiðina í gegnum þetta. Þessi best. Amen. Þú varst ekki búin að sjá þessa. Nei. Hvað er þetta? Óli hefur ekki séð þessa mynd. Ég sett hana að ganni hérna í gær. Þetta Borgarfirðina. Þetta tekið á Staðarfelli. Ég held þetta sé 1974, það var oft búið að vitni í 74. Hérna ég einhver smá tittur, pínulítill og þetta sennilega fyrsta skipti síðan hitt og mér fannst það svo heillandi sem maður. Hann var í girðingavinnu hjá Daniel og það var reitur hann rétt hjá Staðarfelli og þessi tveir hann, Óli Arnalds og hann, þeir töluðu að það væri svo gott að vera krossfestur. Það genguðu svona með girðingastöðrana, þeir voru að labba með girðingunni og settu það niður. Þetta verið rosalega fínt hjá gaganum á krossinum, suðast. Það svona lítið fínt að heyra þetta. Það var stórskrýtnir menn.